Manngerð, lýðræði og sjálfbærni, andstæður og sameiginlegir þræðir. Ólafur Páll Jónsson og Karen Elísabeth Jordan á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Árið 2014 sagði UNESCO: viðunandi viðbrögð við áskorunum varða sjálfbærni geta ekki verið bundin við einstaka sjónarhorn, fræðasvið eða þekkingarleiðir. Inntæki þessu mikil áskorun fyrir menntun og háskólastarf, þar sem þetta kallar á fjölþætta samvinnu. En spurningin sem okkur langar að spá í dag hvort þessi samvinna sé í rauninni raunhæf. Við ætlum að ganga út frá tveimur spurningum. Í fyrsta lagi, hvaða togstreita á milli manngerðarmenntunar, borgaramenntunar og sjálfbærnimenntunar. Og hins vegar, hvaða tækifæri eru til að samþætta manngerðarmenntun, borgaramenntun og sjálfbærnimenntun í fjölhyggilegum lýðræðis þjóðfélögum samtímans. Þegar við tölum manngerðarmenntun þá erum við að tala breytt svið menntunar sem stundum kallað dyggðarmenntun eða skapgerðarmenntun, mennskumenntun. Það á talsverðu reiki hvað þetta heitir á íslensku. Borgaramenntun líka stundum kölluð þegnskaparmenntun eða menntun til lýðræðislegrar borgaravitundar. Og í staðinn fyrir sjálfbærnimenntun stundum sagt menntun til sjálfbærrar þróunar eða sjálfbærri menntun. Við gerum ekki skýran greinarmun á þessu þrennu þessum ólíka skilningi í dag, en ætlum að velta fyrir okkur þessum þremur sviðum menntunar og spá í hvort þau séu samræmanleg eða hvort á milli þeirra sé órjúfanleg togstreita. Ef við byrjum á því að hugsa þessi þrjú svið menntunar út frá því hvort að viðfangsefnið einstaklingsbundin eða hvort að nálgunin einstaklingsbundin eða staðbundin annars vegar, eða hvort hún félagsleg eða hnattræn hins vegar, þá lendir manngerðarmenntunin öðrum megin og borgaramenntun og sjálfbærnimenntun hinum megin. Þarna sjáum við togstreita á milli manngerðarmenntunar sem gjarnan einstaklingsbundin, veltir fyrir sér einstaklingsbundnum eiginleikum og hefur gjarnan þröngt eða staðbundið sjónarhorn, á meðan bæði borgaramenntun og sjálfbærnimenntun horfa gjarnan á hið víðara félagslega samhengi og sjónarhornið gjarnan hnattrænt. Ef við hugsum hins vegar það hvort viðfangsefnið mannmiðað, hvort að það tekur mið af hugvísindum eða félagsvísindum, hvort það sé gangi út frá fjölhyggju og sé gildislaðið, þá lenda manngerðarmenntunin og borgaramenntunin gjarnan sömu megin. En á öndverðum póli lendir sjálfbærnimenntun sem vistmiðuð, tekur meira mið af náttúruvísindum, leggur meiri áherslu á tilteknar staðreyndir og þess vegna gjarnan svona frekar hefur litla þolinmæði fyrir fjölhyggju, getum við sagt, og efnistökin frekar lýsandi heldur en gildislaðin. Hérna höfum við því aftur togstreitu, en hún að öðru tagi og pólarnir annars konar. Ef við aftur á móti hugsum það hvort að þessi svið menntunar leggi áherslu á ákveðna svona siðferðilega manngerð, hugsum gildi sem hvati til athafna og hugsum réttlæti sem dyggð, þá lenda manngerðarmenntunin og sjálfbærnimenntunin gjarnan saman. En á hinum pólnum sjáum við borgaramenntun, þar sem að gjarnan hugsað út frá félagslegu og pólitísku samhengi frekar heldur en siðferðilegu. Og réttlæti birtist ekki sem dyggð eða sem einstaklingsbundin dyggð, heldur sem pólitískt gildi og pólitískt markmið og gjarnan sjálfstætta gagnvart ólíkum siðferðilegum grunni. Hér séum við því séð þrenns konar togstreitu á milli þessara þriggja sviða, og togstreitan ekki einfaldlega milli einhverja einstakra
sviðamenntunar heldur fer eftir því hvernig við lítum á þetta. Nú, ef við hugsum aðeins hver saga þessara 3 sviða menntunar þá sjáum við líka mjög skýran mun. Og nú bið ég ykkur að afsaka hvað letrið smátt, en þetta þurfti nú alltaf komast fyrir á einni glæru. Í efstu línunni höfum við manngerðarmenntun, í miðjunni borgaramenntun og neðst sjálfbærnimenntunin og lengst til vinstri höfum við forsöguna, síðan það sem ég reki þetta svona frá 1900 til 1970 og svo eftir því sem við færum okkur hægra þá einn áratugur undir í einu frá 70 til 79, síðan 80 til 89 og svo endur við á 2019. Nú, manngerðarmenntunin byrjar í fornöld hjá Grikkjunum, þar sem að hugmyndir Platons og Aristótelesar eru mest áberandi, en þeirra hugmyndir menntun voru hugmyndir manngerðarmenntun. Og á miðöldum sjáum við þetta kristnar hugmyndir sem leggja ríka áherslu á kristnadygðir og þar af leiðandi menntun sem manngerðarmenntun. Þegar kemur fram á 20. öldina, þá verður að segjast eins og að framan af gerist afskaplega lítið á þessu sviði menntunar. Og það ekki fyrr en kannski undir 1970 og upp úr 70 sem siðferðisþroski, sem viðfangsefni menntunarfræða verður að viðurkenndu sviði og þá ekki síst með verkum Lawrence Kohlberg. Það ekki fyrr en 1976 sem Association for Moral Education stofnað, svo dæmi sé tekið. En þetta fer hægt af stað og það hins vegar ekki fyrr en á 10. áratugnum þegar til dæmis Cassell-stofnunin í Bandaríkjunum stofnuð. Þegar Goleman gefur út rit sitt tilfinningagreind 95 og sem heimspekingar sem eru hallir undir dygðasiðfræði fara að skrifa menntun. Nú, merkilegt rit kom frá UNESCO 1994, A Sense of Belonging, en þessu var samt ekki nema að litlu leyti fylgt eftir. Í okkar íslenska samhengi ber kannski hæsta lífsleikni var skilgreind sem sérstakt fag í aðalnámskrá grunnskóla 1999. Síðan 2000 þá tekur þetta svið menntunar algjörlega á flug og í dag má segja að þetta sé einn svona breiðasti straumurinn í menntunarfræðum, allavega í heimspekilegu menntunarfræðum í samtímanum. Borgaramenntunin, hún byrjar að sömu leyti á svipuðum stað. Bæði Platon og Aristóteles setja fram hugmyndir borgaramenntun. Þeirra hugmynd, þó hún sé vissulega hugmynd manngerðarmenntun, þá hún ekki síður hugmynd borgaramenntun. En seinni tíma saga talsvert öðruvísi. Á 18. öld verða ákveðin skil þegar Rousseau setur fram hugmyndir sínar menntun borgara sem lykilatriði frelsi einstaklings og samfélags. Á fyrri hluta 20. aldar koma svo fram mjög róttækar hugmyndir lýðræði og menntun, til dæmis meðal Dewey. Og á 7. og 7. áratugnum verður víða lýðræðisvakning í skólakerfum. Nú, 1970 til 79 lýðræði víða gert að markmiði almennri menntun, til dæmis á Íslandi með grunnskólalögunum 1974. Síðan má segja að það sé ekki fyrir en kannski á 8. og 10. áratugnum sem að þetta fer virkilega á flug og þá ekki síst þegar Evrópuráðið gefur út Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education 1997 og síðan þá hefur Evrópuráðið verið mjög ötull talsmaður borgaramenntunar. Sjálfbærnimenntunin á sér hins vegar allt aðra sögu. Hún á sér enga sögu í fornöld og það ekki fyrir en á 7. áratug síðustu aldar sem vísindamenn fara í vaxandi mæli að kalla eftir mikilvægi umhverfismenntunar, ekki sjálfbærnimenntunar heldur umhverfismenntunar sem undanfari sjálfbærnimenntunar. Nú 72 halda Sameinuðu þjóðirnar mikla ráðstefnu í Stokkhólmi umhverfi mannsins og síðan í Tbilisi 1977 þar kemur hugtæki menntun til sjálfbæra þróunar fram í fyrsta skipti. Mestu skilin í þessari sögu eru þó kannski 1987 þegar að Sameinuðu þjóðirnar gefa út skýrsluna sameiginlega framtíð okkar sem ofta kölluð Brundtland-skýrslan. Og síðan hefur hver ráðstefnan fylgt annarri og nú menntun til sjálfbæra þróunar eitt af megin markmiðum Sameinuðu þjóðanna og má segja að sé megin stef í alþjóðlegri stefnumótun. Og þá þetta nærtækast að minnast á
Sustainable Development Goals frá 2015. Nú í okkar samhengi þá má þetta nefna að aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla skilgreinir sjálfbærni menntun sem einn af grunnþáttum menntunar, gerði það 2011. Við sjáum því að saga þessara 3 sviða er talsvert ólík. Það eru talsvert ólíkar stofnanir sem að, ef svo má segja, bera upp í hina alþjóðlegu skuldbindingu og það eru ólík fræðasvið sem liggja til grundvallar. Ef að við hugsum þetta ákall UNESCO frá 2004 sem segir í rauninni að það sé nauðsynlegt að beina þessum ólíku straumum saman í einn farveg. Það er að segja að ef við ætlum að bregðast við umhverfisvá þá verðum við að sameina þessa ólíku þætti og frá sjónarhóli menntunar þá held ég að ákalli sé ekki síst að sameina þessa 3 strauma sem ég hef verið að minnast á núna. Sem sagt, það er nauðsynlegt að beina þessum ólíku straumum saman í einn farveg. En þá vaknar önnur spurning, nefnilega, er það mögulegt? Er mögulegt að beina þessum straumum saman í einn farveg, láta þá vinna saman og vera í raun og veru þverfræðileg? Það er spurning sem að ég hef ekki tíma til að fara í núna. Við getum tekið það upp í umræðunum og vonandi finnum við jákvætt svar, meira að segja. Takk fyrir.